Herra drengir, þetta fyrsta skipti í þessu blessaða Sibbarspjalli sem ég slæði 2 flugur í sama höfuð, eins og einn góður sagði. Velkonir í Sibbarspjall. Þjálfara Káringa, og ég ekki við hæfi að leyfa þessum að vera hérna með bara. Jú, þetta ágætis svona príði. Það ekki? Jú. Ingi, og kannski fyrst að þér, þetta ekki þitt mesta afrek á þjálfara sviðinu að hafa landað þessum titli í fyrra? Þetta var svo stórt, en maður veit ekki, maður getur ekkert gert upp á milli svona beint. Þetta var mikið afrek og við erum mjög stoltir af því sem við gerðum. Þannig hérna, hvort það sé mesta, ég bara veit það ekki. Þú það er annar að meta. Já, þú þjálfaðir 2000, þá eruð þið Íslandsmeistarar. Tókuð okkur Grindvíkinga þá, ef ég man rétt. Já. Og var það þinn fyrsti tíð? Já, það var fyrsti skipti sem ég þjálfaði meistaraflokk. Já. Svo var ég með Benna aðstoðarþjálfari 2009. Ef að ég man þetta rétt, var ekki Benni var bara komið kúkinn í bara buxurnar? Nei. Grindavík hefði getað klárað þetta heima, komst þú ekki inn í þetta það? Nei. Löngu komið. Þetta var allt í teskið hjá okkur Benna. Þetta var allt í teskið. Já, þið voru að hugsa svona gjaldgerðin eða ekki, fá þetta bara í 8 leik og svoleiðis. Já, það vantaði að fá uppgerða reikninga, þannig að við fórum með til 5 leiki. Nákvæmlega. Herðu. Nei, það er bara, hver skil sem er Íslandsmeistari, það er bara mikið afrek og það er ekkert síður að hvort það sé eitthvað röð eða hvað, hvert skipti bara gríða stórt og þetta var bara meiráttar. Og þannig að þetta var, hvað, 7. titillinn, fær maður ekki bara að missa tölun á þessu? Jó, Finnur búinn að gera mjög vel hérna og ná 5 í röð með magna afrek og verður seinleiki eftir. Já. En það var líka svona búið að afskrifa það að væri að ná 7. en það var mikil samvinna og bara allir í kring. Þannig að það var bara geggjað. Og væntanlega væri mjög heimskulegt að fara að spurga hvort að stefnan sé ekki sett á 7. titilinn. Þú bara svaraði því sjálfur. Það er bara þannig. Benni, leyfum þér nú að vera með í þessu viðtali. Ég átti nú vona að þú myndir vera í skyrtu og myndir þá heppa sem jafnvel 3 niður. Ekki þetta skipti. Ekki þetta skipti. Nei. Ég gera það ekkert í ánur mjög fljótlega. En þú ert þess að þjálfa kvennaliðið og fórst með þar upp í ekki fyrra heldur árið þar og aður. Varstu ánægður með þetta tímabili fyrra? Já, bara nokkuð sáttur og já, en samt þannig að maður vill gera ennþá betur. Já, Valur náttúrulega var eftir að Helena kom þá náttúrulega bara var þetta dálítið ójafn leikur þannig séð en þið náðu nú að gera hörku sigur á móti þeim. Lendi 2-0 undir, 2-1 og voruð ekki nokkuð tæp á að jafna og setja í 8. Já, allir leikirnir voru hörku leikir sko, en þetta verður maður bara viðurkenna það að Valur var með besta lið eftir að Helena kom. Mótið var rosalega jafnt svona þegar það fór á stað. Já. Bæði, þú veist, bara Breiðablik var að spila 50-50 leikir, þá voru allir leikir 50-50 leikir. En svo kom svona svolítið pínu ójafnvægi á deildina þegar Helena kom heim og Valur var svona besta liðin. Við náðum nú samt að stríða eitthvað en það bara dugði ekki, það er bara unnið þetta verðskuldað. Já, og ég er búinn að hitta Ólöfu og Jón Halldór þjálfara í deildinni og það verðast allir vilja meina það að þetta sé svona þið og Valur í vetur. Hvað heldur þú það? Þið munið bítast þetta? Já, við verðum klálega í toppbaráttunni og náttúrulega Valur auðvitað líka og svo eru þarna liðin svo Snæfell og Haukar og einhver fleiri. Ég veit svo sem ekki hvernig Grindavík liðið lítur út í dag eða nokkur önnur eins og Borgarnes og svona, þannig að maður ættir að sjá þessi lið svona að meta, þú veist hvað lið að fara að gera tilkall. Já. Hvaða breytinga verða á þínu mannskap síðan í fyrra? Það eru nokkrar breytingar. Ég er svona vonast að það með 12 skýrslu í öllum leikjum. Við náðum því bara örfáum sinnum í fyrra. Það var svona þunnur hópur. Erlendu leikmennir komu ekki aftur. Og við vorum með... Þú varst með 3 í fyrra og við erum með 2 núna. Ok. Þannig að það eru 2 nýjar og Kaninn þekkt stærð, Daniel Rodríguez. Já. Heldur betur búinn að vera frábær. Já. Við vorum með frábæran Kana líka í fyrra sem að
við vildum fá aftur en hún var ekki tilbúin að ræða við okkur þá og svo losnaði Dani þannig að við stukkum á það mjög óvænt. Og endaði ekki kanninn þinn í fyrra hjá hún er á Val? Já, hún er komin til Val svona. Og hvernig verður að bítast í hana? Það er fínt núna? Það verður bara vonandi gaman. Frábær leikmaður. Og svo ertu með annan hvaðan er hún? Hún fáum hann bara úr Breiðabliki. Ok. Hann með Blikunum í fyrra, Sanja Orosovic og hérna við erum með 2 erlenda núna sem bara hafa verið hérna áður. Þekkja deildina og landið og allt hérna. Landið og miðin? Já, kannski miðin ekki eins vel en... Nei, kannski ekki miðin. Allavega landið. Já. Ok. Það er eftir að taka höfnina í Reykjavík. Það er ekki búin að fara svo langt. Og koma náttúrulega í... Við erum benni að vera mjög vel manna og ég held að það sé bara verið gaman að fylgjast með því. Já. En miðin fyrst myndast á það er náttúrulega að koma til Grindavíkur. Það er náttúrulega mekka sjávarútvegs og svoleiðis þú verður að taka þennir á bryggju. Eða ekki? Og jafnvel að mæta á staðinn bryggjuna. Eitt flottasta kaffihús og bara tónleikastaður landsins ætla ég að leiða mér að fulla. Strákar, ekki ánægð með mig núna? Við erum að tjekka á því. Við erum að tjekka á því. Ingi, hvaða breytingar verða á þínum mannskap? Þú náttúrulega komst með bombu frétt þarna bara mjög fljótlega. Já, það komu bræðarnir Matti og Jakob og Brynjar komu aftur heim og alltaf mikill styrkur í því og við höfum ekki fengið fleiri en Mike Crayon er nýji kaninn okkar, nýji gamli kaninn hérna. Tiltölulega þekkt stærð. Já, þekkt stærð. En við erum alltaf búin að missa stóran bita. Pavel til Val og Mike var með okkur hann fór til Spánar og Julian Boyd hann fór til Kína. Svo fór Julian Boyd fór til Kína, já. Okay. Svo fór Orri var nú á leiðinni til Ameríku en það gekk ekki upp en enda á að fara í Fjölni og ætla að láta reyna sig þar. Villi fór í Álftanes og Finnur Atli ætlar að vera aðalmaðurinn í bumbunni, ætlar að verja titilinn þar. Finnur sem sagt bróðir Helga, eða ekki? Já. Aðalmaðurinn í bumbunni og hann er eins og ljósastur, myndi maður frekar. Hann er ólöglegur í bumbunni. Eina sem maður getur, hann þarf að næ sér í 100 kíló. Það var nú regla í bumbunni að byrjunliðið var að vera 500 kíló. Já. Ætlar þú að spila með bumbunni? Það myndi hjálpa byrjunliðinu. Það myndi hjálpa. Það eru léttir menn að það. Já. Nei, ég hef ekki, það er toppmenn hann í hverja stöð og ég hef ekki snert korfbalta síðan 2009. Nei. En hópurinn þinn sem það verður ekki þitt stærsta vandamál að koma mínútum á? Nei, alls ekki. Þroskar hópur og þetta, það er bara eftirvænting í hópnum og menn eru bara að koma sér til svona tilbaka á mellum. Við erum alltaf Kristoffer sem var í aðgerð og Brynja fótboltaði í vetur og Matti mittist í úrslitakeppninni og þeir eru svona skriða saman. Verða allir klárir fyrir fyrsta leik? Ekki fyrsta leik en vonandi bara svona þegar líður á móti þá verðum við konum með alla mannskapinn svo tekur bara tíma fyrir menn að komast í toppstand en við verðum án Kristoffer í fyrsta leikunum, það er klart mál. Já. Enda því svo sem unnu enga titla fyrir áramót í fyrra og það er ekki til boði heldur núna þannig að það er meistarana stjörninni fyrst 2009 og við ætlum að fara all in í þann leik eins og Stjarnan með klárlega gera líka og en svo byrjum við á Grindavík heima 4. október. En þú sem sagt stillir upp einum kanna og er það myndi halda við opnu að bæta við þig? Það er bara svo öllum lið það fara bara stað og svo getur eitthvað gerst það getur verið ójafn stöðum eða það getur verið eitthvað sem við sjáum að við þurfum að bæta eða vonandi verður við ekki fyrir því að við þurfum að setja mann í stað fyrir eitthvað annan því að það verða meiðsli eða annað en það verður bara að lesast alveg eins og við gerum í fyrra. Við skiptum út Evrópmanni áramót og tókum aðeins setna inn mækti núna og það var andanum mikið gefspor. Þannig að það er allir í sömu stöðu og það er allir að endurskoða liðið sitt á hvaða tímapunkti sem þannig að
En við ætlum að byrja svona og mér líst mjög vel á liðið svona og ég held að við getum gett bara alveg ljómandi fínu hluti. Ok, nú ætla ég að spyrja öðru þessi að því þetta er í fyrsta skipti sem ég er með okkur báða. Nú ætla ég að byrja að spyrja Benna. Hvaða lið munu bítast þetta hjá Köllum? Nú reynir á þau. Já, það er náttúrulega KR verður þarna og Stjarnan, Tindastóll. Haukar eru alltaf í topparötu þegar KR er með. Það breytir miklu að KR koma inn. Svo, Njarðvík, Keflavík, maður var bara eftir að sjá þessi lið þess að... Þú ætlar að nefna bara öll önnur lið heldur en mína menn. Ég var bara ekki komið þangað, svona alltaf Grindavík. Þannig að og svo, vanmeta menn alltaf Þór Þorláksson, það er bara, menn læra aldrei, spá þeim alltaf neðarlega. Og þetta reynslu hundur þar í Brúnni, gaman að fá frekk aftur í slaginu eða ekki? Já, mjög. Þannig að svo er Valur greinilega ætla sér að gera helling og þeir séu ekki tættir að semja við menn, þannig að þetta er bara, ég held að það verði jafnara heldur en eitthvað bara KR. Þú átt vona hörku móti karlmenn? Já, ég held að það verði mörg flott lið. Svakalega flott mót og verða margir sterkir útlendingar. Liðinu er fann að borga miklu meira fyrir útlendinga og ég held að gæðin verði mikil og fleiri stöðum heldur en maður reikna með. Benni, þú varst náttúrulega ekki undirbúinn fyrir þessa spurningu, ég reyni alltaf að koma óvart. Hvaða lið er að fara að slást hvenær megin? Ég held að þú hafa sagt þetta áðan, ég held að það verði KR og Valur sem að bítast þetta hvenær megin og ég síðast á svona... Þínar gömlu stöllur úr hólmanum? Það eru búin að safna, komið nýja þjálfara í Brúnna og svona verðist að stemma ekki kring á þær. Og ég held að það fari svolítið bara á því hvað svo heilar systurna verða og hvort að Berglind verði eitthvað að með. Ég veit ekki nákvæmlega stöðun á henni en það er stór bit ef hún er ekki með og en ég held að KR var eftir að bítast þetta og það eru Haukar, Keflavík, Snæfell er svona kannski einhver lið sem að mun berjast með. Synd að í áttalega deilda skulle detta lið út og sem betur fyrir þá uppi blikarnir á þann séns að taka sætið en ég held að þessi tvö KR og Valur verði svona toppliðin. Ef ekki að leyfa þér líka að spá þessi spilin karlamegin, Benni fekk að spá líka kvennamegin, hvernig heldur þú að þetta muni spilast í þinni deild? Já, ég hef ekki séð öll liðin en Stjarnan og Njarðvík held ég að verði mjög öflug Tindastóll eins og Benni sagði þann. Svo spurning hvað innkoma KR gerir fyrir Haukana. Þetta verður, við ætlum okkur að vera hérna og ég sagði að deildin verði gríðarlega jöfnleg. Ég sem verði jafnari í ár heldur en var í fyrra og það munar ekki miklu að það verður 1-2 sigurum á liði sem var í 5. og 7. sæti til þess að verða í fyrra. Ég held að þetta verði jafnvel bara jafnara ef ekki svipað eins og var í fyrra og persónulega kannski hvernig liðin fara að stað. Þannig að vona á bara miklu stuði. Já, það er menn að leggja mikið í og liðin og ég myndi halda að vera svona 9-10 lið sem ætla sér að fara í úrslit sko. Já. En ég sé svona 5-6 topplið en það er svona svipað eins og Benni var að tala og það verður svo er alltaf þessi valkort sem að koma inn. Já, ég meina, eins og í fyrra þá átti náttúrulega enginn þannig sem vona því að Íringar myndi enda í lokaúrslitum, slá Njarðvík og Stjörnuna út, þannig að það er nú bara skemmtilega við sportið. Já, það er bara fegurinn við sportið okkar. Aldrei að vísana róa. Nei, en ég held að þetta verði skemmtileg mót. Ég held að kvennadeildin verði það líka og þó svo að það verði 2 svona fyrirfram og þá held ég að deildin verði bara báðar. Hvað með Embja? Er ekki okkar menni Lakers að fara að rísa upp? Okkar menni Lakers, já þetta er búin að erfiða tímar. Já, þetta er búin að vera erfitt yfir veturinn undanfarið. United í Englandi og Lakers í Embja, þannig að
Er ekki bara Þá skiptir máli að vera stuðningsmaður. Þá ekki ekki vera lítið í sér og fela sig sko. Já. Það er akkurat þá sem að liðin þurfa stuðning og ég hef verið gagnrýndur fyrir að vera að mæta í leikaspólum við á æfingar. Hvað ég sé. Þú ert bara stuðningsmaður. Já, það er bara leys. Bíddu, Ben, en þú ert ekkert mikill NBA-kallið. Áttuðu liðið það? Ég var ekki upp á sliðið en ég fylgist alveg með NBA. Þannig ef ekki segja og sér bara orðin bara leikastmaður þá núna? Nei, ég veist að það væri nú með svona ólíklegri liðum sem ég var að halda með sko. Ég er ekki mikill LeBron maður. Nei. Ég var það svona til að byrja með en ég get verið langrækin. Ég er ekki búinn að fyrirgefa hérna decision. Þannig að Það er að fótt í Miami á sín tíma. já, eða bara þú veist það mátti alveg fara til Miami fyrir mér bara en hvernig þetta var allt gert það fór í taugunar á mér. Kaninn kann þetta. Já, En er stundum Dominic Wilkins maður? Hann er Dominic Wilkins maður, já. En ætli Kaninn fara að hafa vitað því núna eftir þetta HM-mót að hætta að tala um sig liðin sem að vinna NBA-deildina sem NBA World Champions. Hvað haldið þið það? Nei. Þeir muni alltaf að gera það. Nei. Já, ég er alltaf því áfram. Þetta finnst mér með því Ég stórkostlega. hef miklu líka á því og Trump verið humble. Ok. En herðu, Uglarsson og Kristján, Benni, þú kemur núna með einhvern frasa úr nýju lífi. Eittur og bingo, Ingi, þú smá tíma til þess að vera eitthvað svona körbóltengt. Körbóltengt? Við erum búin að koma með svo marga frasar. Er einhverju frasar eftir maður? Já, kannski allir að vera búin að fá leið á þessari nýtt lífs tengingu. Nei, það er ekki hægt. Nei, Ha. það er ekkert að En þeir eru alveg kaldir núna, þið áttu ekki vona þessu. Köruboltinn, það er ekkert ég bara fíbli sem fæst þessi í teljaranum og eðlega fyrir mig bónusinn. Það er kannski eina sem maður tengi við. Já. En Ég er á þar, aðalega þar. Ég er það ekki bara góður reddapunktur á þetta? Taka þetta bara í kór. Til það. Jafnvel 3 reddar. Til það. Tilbúin og hérna, hér og það og svo alveg skilum við. svakaleg. 1, 2 og hér og þar. Aðalega þar. Við viljum taka þátt í svona við þessum.